hó, litli jólabörn! Í dag erum við staddar hérna upp í rúmi næstum því tilbúnar að fara að sofa. En það er þó eitt sem við eigum eftir að gera við það. Hvað er það? Láta skóinn út í glugga. Og það er rétt því að sterkastu kemur í kvöld. En ég var að velta því fyrir mér, hvernig velur maður eiginlega skó út í glugga? Við ætlum að kenna ykkur það og við höfum þó búið til hið alþjóðlega kartöflupróf sem að finnur hinn rétta skó fyrir þig. Það einu sem þú þarft eru kartöflur. Nokkuð góður skór. Hann hefur mikið pláss, jólalegur. Við gefum honum 4 jólastjörnur Björgvins. 19 kartöflur. Tja, vöðlur eru nokkuð rúmgóðar, þarna kemst fyrir næstum því heil Hugrún. Kannski svolítið frekjulegt. 3 jólastjörnur Björgvins. Ömmuskórinn, já, ef þú lætur þennan út í glugga þá ertu líklega 70 kona og þess vegna eru líkurnar á því að þú fáir eitthvað í skóinn afar litlar. Hálf jólastjarna Björgvins. Eins og sjá má komast alveg 2 kartöflur og 1 mandarína í þennan skó. Og svo er hann líka mjög fallegur, jólalegur og fínn. En við gefum þessum skó 3,5 jólastjörnu Björgvins. Þessi skór er kannski ekki mjög rúmgóður, en hann er samt ótrúlega cool. Einu gallinn við það að láta hann út í glugga er að þú getur ekki klæðst honum á meðan. Við gefum þessum skó 4 jólastjörnur Björgvins. Tja, ertu ekki örugglega að grínast? Ekki viltu í alvörinu fá þetta út í glugga? Þessi skór er kannski aðeins betri, en við mælum samt alls ekki með honum. Við gefum honum 2 jólastjörnur Björgvins. Já, þetta hérna er uppáhaldsskórnir okkar Eilborgar. Af hverju þetta er uppáhaldsskórnir þinn? Því hann er appelsínugulur og minnir mig á mandarínur og mandarínur eru jólalegar og jólasveinninn elskar jólalegar hluti. Þetta er uppáhaldsskórinn minn af því að mér finnst hann svolítið skrýtinn og skemmtilegur eins og jólaskraut geta verið. Og ég held að hann bæti svona einhverju jólalegu við ef við setjum hann út í glugga. Hó, 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 litli jólabörn! Við sjáumst aftur á morgun.